Já, velkomin á Frelsi TV. Þetta hinn umdeildi Axel Pétur Axelsson hér á live. Það er nú alltaf eitthvað í gangi í kýrhausnum. Ég ætlaði nú að fjalla ykkur skemmtileg mál í kvöld. Ég reikna ekki með að vera með lengir þetta. En svona allavega með eitthvað smá tíma. Það verður eitthvað smá partí allavega. Og dreymdi draum í nótt. Það sem að lögregluhaugarnir voru byrjaðir sín vondu verk. Við vitum að íslenska lögregluhaugagengið er búið að vera í þjálfun í Bandaríkjunum og Ísrael. Við að læra fantabrögðin, hvernig best er að taka á ykkur gólumunum, hvernig best er að koma ykkur í sláturhúsið. Og kannski við byrjum bara á PR. Lögguhaugar eru með heila þáttaröð til þess að reyna að halda upp í ímynd sinni. Og þetta er það sem að kallast pre-programming eða forritun. Sérsveit ríkislögreglustjóra, við vitum öll hver hann er. Það er sennilega hættulegasta embætti landsins. Og þeir ætla að horfa til reynslu annarra landa með sviðsettum atburðum. Og nýlega æfði sveitin hryðjuverkaárás sem svipar til falska fánan sem var framin í Frakklandi. Og þar skaut engin neitt nema lögregla sjálf, skaut sér sennilega sjálf fram og tilbaka og drap fullt af saklausu fólki. Og nú á að sýna ykkur hvernig þetta lið þykist vinna. Og það er verið að undirbúa ykkur undir sviðsettan atburð. Og það eru alltaf æfingar og þegar atburðir gerast. Í Frakklandi, Charlie Hebdo, þar voru æfingar út allt. 7-7 í London, þar voru æfingar alla London sem voru að æfa nákvæmlega það sem gerðist. 9-11, þar voru æfingar, það sem var að æfa allt sem gerðist. Í Kaupmannahöfn, þar voru æfingar. Í Oslo, ég var búin að segja það, Oslo, þar voru æfingar. Þannig að það er ekkert nýtt undir þeirri sólinni. Það er bara sama ruglið sem að hringsnýst áfram eins og enginn sé morgundagurinn. En þið sem að fylgist með mér og ferli mínum, fylgist náttúrulega með Harmageddonum mínum, allt sem gerast á Harmageddon. Og þið muni kannski að ég var þarna í viðtali. Það sem ég lýsti yfir að DNA væri blekking. Það væri hoax. Og og það væri trú. Menn þyrfti að trúa því að DNA væri lesanlegt eins og
þessi fugl hérna segir okkur að sé gert. Og hann segir sjálfur hérna á 3. mínútu í þessu viðtali, við horfum hérna á viðtalið og hérna þetta skrifaði ég upp eftir honum. Það er alltaf dálítið skringilegt. Þú ert að vinna með hluti sem þú getur ekki séð vegna þess að þá er alltaf einhvers konar leap of faith. Það þýðir trúarskref. Það þýðir í trúnni þýðir það að taka trúarskref. Þú þarft að trúa því. Nú síðan hérna byrjaði hann á mínútu 7, þar talar hann þessi myndlistaverk sem eiga að hérna hvernig þeir teikna þetta DNA. Og þar talar hann galdur. Í honum liggur galdurinn, hvernig DNA tvöfaldast sjálft sig. Í því liggur galdurinn sem býr til RNA. Það er galdrar. Þau þurfa að taka eftir því þegar svona meitlarar eins og þessi tjáu sig. Þá þurfum við að hlusta á orðin, litlu orðin og orðatiltækin. Og ég náttúrulega vitnaði strax í Biblíuna, bréfið til Hebra, 11. kafla. Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Fyrir hana fengu mennirnir fyrr á tíðum góðan vitnisburð. Fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs og að hið sýnilega hefur ekki orðið til að því er séð varð. Þarna er Kári Stefánsson sammála Biblíu mönnum að trúan er fullvissa það sem menn vona, sannfæring það hluti sem eigi er auðið að sjá. Og ég gæti ekki fengið í raun meiri staðfestingu á því sem ég hef verið að segja en þetta. Ég bara mér setti hljóðan þegar ég heyrði þetta viðtal við þennan gaur. Að hann í raun staðfest allt sem ég hef sagt. En hérna þá lítur að koma einhver spurning á mig. Já, hvernig er þetta gert? Hvað er svona að gera þetta? Akkur er þetta svona og hvað er í gangi? Og hérna þar kem ég nú svolítið kannski alltaf að ég ætla að finna eina myndir. Að kem ég alltaf að sama elementinu. Sko þið vitið Rothschild veldið byggði upp á njósnum. Ástæðan fyrir því að þeir hafa alltaf verið ríkastir og farið fremst í öllu er að þeir eru alltaf með bestu njósnagengin og þeirra ríkidæmi er til komið vegna njósna. Þannig að bankamafían og þessi elitu mafía sem að stjórnar heiminum í dag, Vatikanið og allt þetta lið, rauðskildingar og Vatikanið og breska konungsfjölskyldan, þetta fólk er obsessed með njósnum og alræðisvaldi yfir fólki. Og hérna til þess að skilja þessi ósköp, þá þarf að skilja þetta hérna. Þú þarf að skilja þessi chip.
og þú þarft að skilja af hverju aðilar eins og Rothschild eru með einkaleyfi á öllu þessu chip-drasli. Og það var meira að segja fólk sem lést í þarna MH17 held ég hafi verið. Það voru svona fólk sem var með einkaleyfi á svona chipum. Og við þau dauðsföll þá eignaðist Rothschild einkaleyfin. En í tölvum og símkerfum og flugvélum og bílum alls staðar eru þessi chips. Og við erum með Power Internet held ég. Power Internet. Já, ok. Power over Internet. Það þessi búnaður hérna. Það sem á til dæmis situr svona box í sambandi við rafmagn. Og þannig ertu komið með network. Þú getur sem sagt stungið svona boxi í sambandi við rafmagn og öðru boxi við rafmagn annars staðar og þau tala saman eins og internet. Og flest rafmagns eða tölvutæki og tölvutengd tæki eru tengd við rafmagn. Og í þessum chipum er stöðugt samband við móður stöðvarnar eða móður tölvunar sem til dæmis hérna NSA Utah. Að það ástæða fyrir því að það verið að byggja fótboltavelli af tölvugræjum sko. Og þetta allt saman tölvubúðir og þeir eru að tala þessi tífalt neðanjarðar sko. Þetta bara yfirborðið hérna. Og þetta bara ein stöðin sko. Og í þessu vinna sko hundruðir ef ekki milljónir manna sem vinna í þessu tölvudrasli allir saman hjá þessum leyniþjónustum. Og allt á chip level gengur beint inn. Og þeir sem hafa vita á tölvum vita nákvæmlega hvað ég að segja. Og það þýðir í grundvallaratriðum að allt sem til dæmis slembiúttak í skoðanakönnunum því sko það chip það forrit sem sækir honni chip útreikningin og liðið sem vinnur hérna hefur stjórn á öllu slembiúttaki til dæmis. Þannig að þetta lið ræður hvaða fólk lendir í skoðanakönnunum og þetta lið þá búið eins og Íslandi þá búið að njósna öll heimili landsins. Það allt hlerað, allt sem þú talar nálægt rafmagnstækjum hlerað. Þannig að þetta lið veit nákvæmlega hvaða heimili að fíla, hvað ekki að fíla hvað. Þannig að þeir eru lengur búin að ákveða hverjir lendi í slembiúttakinu, til dæmis. Og þeir vita náttúrulega allt hvað á öllum bankareiningum, þeir útluta öllu powerballið, happadrættum, allt sem tölvukeyrt stýrt frá þessum aðilum hérna. Og það gerist á chip level og það eitt sem til dæmis notað til þess að blekkja fólk að tölvurnar eða þegar við erum að nota tölvurnar þá ertu búin að fara í gegnum nokkra software layer þannig að allt svo hægur. Og þegar við erum að fara inn út á internetið þá svo mikið svona draslið að þvælast fyrir okkur. Að við eigum svolítið erfitt með að átta okkur á því hvað mikið CPU power í gangi að því að tölvan sem við erum að nota drullu hægvirk. Og þegar til dæmis FBI og Apple voru að glímast með einhverja bakteríur og þetta allt saman leiksýningar. Þetta gerist allt saman á chip level.
og í öllum símstöðvum og rafmagnsstöðvum eru tæki til þess að taka við þessu og koma þessu áfram á rétta staði. Nú, þá komum við að DNA-inu. Þetta hérna eru tæki sem eru notuð til þess að replikera og lesa DNA. Þetta eru replicator reyndar held ég, já, PCR, sem að þýðir að þú getur tekið einhvern örlítið af einhverju erfðaefni og margfalda það upp og þetta eru alls konar serimónir í kringum þetta. En þessum tækjum er stýrt á chip level. Þessi tæki eru í sambandi við rafmagn og þið sjáið hérna eru sem sagt sett inn númer. Þú setur númer á sýnunni sem þú ert að nota og þessi DNA kódi er í raun grafísk framsetning á eins og kennitölunni þinni. Þú getur tekið kennitöluna þína og þú getur sett hana á strikamerki og þú getur tekið kennitöluna þína og haft hana í alls konar framsetningum, alls staðar tölvur. Þetta allt saman tölvukeyrt og eins og sérfræðingurinn segir, þetta alltaf dálítið skringilegt. Þú ert að vinna með hluti sem þú getur ekki séð. Vegna þess að þá alltaf einhvers konar leap of faith og þá þarf að trúa því. Að það sem að ég var að spurja eftir er hvernig tengirðu tölvuna eða þetta drullumall við hvað er tengillinn hann á milli og þeir eru að halda þið fram að með nítríum eða einhverjum efnum að þá þú sér sem þetta að lesa einhver efni og ég er sem sagt í grundvallaratriðum að hafna því að það sé gert. Ég er að halda því fram, mín kenning með stórum stöðum er sú að þetta eru í raun bara tölvu fítusar og þess vegna allir var Ísland mjög eftirsóknarvert í þetta dæmi að það er til svo mikið af tölvugögnum Íslendinga. Það eru til fullt af svona sjúkraskrám og ættfræði forritin og allar þær pælingar og það er í raun það sem er verið að gera með þessu. Það er verið að vinna með alls konar svona félagslegar upplýsingar og ættfræði upplýsingar og inn í þetta vefst náttúrulega all þessi eugenics vitleysa eða það sem er kallað pseudoscience eða bullvísindi að þetta eru í raun stjórntæki kynbóta sinna og stjórn brjálæðinga eða kontrollfríkana sem við komum alltaf að aftur og aftur. En ég fékk náttúrulega svar við þessu editið, það búið að leira þetta eitthvað. Já, ok. Misskilningur þinn á þessu efni endurspeglast mjög vel í þessu myndbandi. Hvernig get ég sem DNA rannsóknarmaður mögulega magnað upp sort tandem repeats hjá einstaklingi og fengið einstakann DNA-prófíl fyrir manneskju aftur og aftur með mismunandi sýnum ef þetta er bara trú? Augljóslega eru niturbasanir mynda kjarnasýrur mynda ekki fjölga sér í þessari PCR-vél þegar DNA
GAC og T-bösun hita, þeir hita þetta upp í 95 gráður og bæta, þeir bæta í þetta efni og þetta eitthvað svona drullumall sem þeir gera og áttu á því sko liðið sem að vinna í þessu, þeir trúa þessu algjörlega sem bara eins og prestarnir í kirkjunum trúa á Guði, sko. Guði bara raunverulegur hluti fyrir þeim, sama með þetta lið hérna. Þessi samlíking eitt af mesta bull sem ég hef heyrt. Það eina sem þú ert að gera er að búa til strámenni úr orðalagi hans og ráðast á þá. Ef DNA ekki til, hvernig útskýrur þá erfðasjúkdóma? En veitu, erfðasjúkdómar eru bara hluti af þessari lygi. Sjáu þið logical fallacy í þessu svari hérna. Sko, ég er að segja þetta, sko, ef DNA ekki til, hvernig útskýrir þú þá erfðasjúkdóma? Það geta verið fullt af öðrum útskýringu fyrir því, til dæmis hérna sko allar svona farsóttur og fleira slíkt, það ég meina, til dæmis þessar 5 flugvélar sem það sást til og svo náttúrulega endalaust annað meira magna flugvélar sem að spreyja yfir Reykjavík. Er það farsótt ef allir verða veikir út af eitrinu sem verða að spreyja yfir ákveðið svæði? Það er ekki þannig. Sko erfðasjúkdómar koma því að það erfist ákveðnar hefðir og matarvenjur og fleira slíkt. Það hefur ekkert með DNA að gera, sko. Eru litningar þá ekki til? Bara hef ekki hugmynd um það. Litningar bara eitthvað svona vísindalegt dæmi, sko. Litningar. Það vissi það nú einhvern tímann alveg. Já, það er semst bara útskýring á þessu sem þeir eru að tala um. Að er Downs heilkenni þá samsæri? Það er einmitt þar sem að blandast inn í þetta eugenics. Og svo byrjar þetta hérna, sjáðu, þetta er svona nöld kettlinganöldur sem fyrir ofboðslega í töðunar á mér. Er ég bara auðvitað áskoraði, ég nenni ekki eins og að lesa þetta. Sko þetta er ekki rök, þetta er bara svona nöldur. Sko ég hef líkar betur við þetta svar hérna er allavega eitthvað hægt að lesa og hugsanlega hægt að svara. Og ég er að reyna að svara þessu, erfðasjúkdómar eru bara ekkert endilega DNA, sko. Og DNA er ekki til. DNA er skáldskapur og er í raun miklu meira lýsing á tölvustarfsemi heldur en lífeðlisfræði. Og hintin sem að ég hef fengið til þess að setja saman þessa kenningu mína svo, það var hérna í heimildamyndinni House of Numbers. Þar, þið getið fundið hann inn á frelsitv.com. Það hafði rosalega áhrif á mig, sú mynd. Þar verið að sýna fólk sem að taka HIV-próf af fólki og að mæla hvort að fólk sé með þessa HIV-veiru sem veirur eru blekking líka. Og þið sjáuð í þessari heimildamynd að það mest verið að spurja hvernig kynlíf lifuru, fjölskyldu aðstæður og það verið að zooma út fólk sko félagslega. Og síðan tekið eitthvað svona próf sem að eru sko, það eru til 20 tegundir af prófum og það gefa öll bara mismunandi, ekkert af þessum prófum gefur sömu niðurstöðuna, sko. Maður getur fengið 20 niðurstöður alveg á víxl. Og ef þú horfir á þessa mynd þá sérðu plottið og skamið. Þetta HIV-blekkingar, vírusar eru ekki til. Að
og hérna sjáum við líka viðtalið við á þessari mínútu hérna, 1 klukkutíma og 6 mínútum. Og þar talar hann líka að vísindi séu sambland af vísindum og listum. Þetta fólk allt saman að blekkja og ljúga og stela svakalega mikið af peningum, sko. Að sama með DNA-ið, það miklu, þessna var svona mikill áhugi á öllum þessu sjúkraskrám og ættaskrám Íslendinga. Það til þess að búa til þessi tölvumódel. Og þið getið ímyndað ykkur, sko, valdið sem fylgir með þessu. Þetta ægivald, sko. Þetta svona vald á guðlegum skala. Að þið sjáu líka, það alltaf eftirtektarvert fyrir mér þegar að hlutir eru glorifæjaðir eða dímonaseraðir. Og hvað hefur verið glorifæjað með honum hvað heitir hann, frægi leikarinn með leikstjórinn ég man ekki hvað hann heitir, sem að gerði CSI þættina. En CSI þættinir eru einmitt svona rosalega mikið DNA, the lab, sjáðu. DNA lab, forensic crime, machines. Það eru aðilar á chip level með kontroll á öllum þessum maskínum Við áttið okkur á því. Og fólk trúir því almennt, það trú sem sagt, að með þessum maskínum sé hægt að einhvern veginn að finna út að þetta efni séu þessari manneskju og það sé yfir allan vafa hafið. Og það ástæða fyrir því að þessir þættir og fleiri í þessum dúr eru keyrðir svona hefi. Það til þess að þú trúir á þetta dæmi. Að þú trúir á illa andagreinaran. Og meira segja hefur vald, þarna getur náttúrulega tekið út manneskjur bara með því að, þú veist, sitja inn í vélina þegar að sýni tekið úr þessum, og það pottþétt á þessum vélum að þú getur ekki sett inn í þær eitthvað bara, þú þótt að setja eitthvað númer og vélin heldur utan númer á þeim sýnum sem verður að setja í hana. Og þannig að þessu fylgir alveg svakalegt vald. Nú, síðan það sem sagt, þú getur sett fólk í rafmagnsstólinn í mörgum löndum fyrir eitursprauturnar með því að slá bara inn einhverja tölu á tölvu og þá bara þessi maður negldur til dauða. Þú getur stjórnað fóstrum, það kemur eitthvað niðurstaða, móðir ófrísk kona fyrir eitthvað próf og niðurstaðan kemur fóstrið með Down-syndrom með þetta eitt og þá það bara drepið. Þannig að þetta fallur líka rosalega vel inn í plön eugenista sem að tala eftir fæðingu fóstureyðinga til 30 ára aldur. Og og núna sjáum við að það farið að beita þessu í landréttarmálum. Það rosalega mikill áhugi hjá þessari glæpamafíu að taka Ísland af okkur Íslendingum. Það að vera að vinna því dag og nótt á meðan að heimskingjarnir sofa værum svefni á Íslandi.
og meðal annars eru þetta rót á fornleifapælingum og þessi endurskoðunarpælingar á Íslandssögunni og landnáminu og öllu þessu. Þetta snýst allt það að svipta Íslendinga eignarrétti á sínu landi. Og nú verið að gera eitthvað svona DNA bluff rannsóknir í Noregi. Og við vitum að fyrrverandi norskur forsætisráðherra og núverandi fjölda yfirmaður stærstu stofnunar heims, stríðsglæpastofnunar heims, NATO og kom. Hann var að þvælast á Íslandi og Bilderborgarinn fyrrverandi forsætisráðherra Svíþjóðar. Og þeir voru í einhverjum þríkanti með borgarstjórnum og fleirum. Að þegar þú ert búin að fá fólk til að trúa á þessa rafmagnsdollu sem að þú stýrir sjálfur, þá ertu komið með guðlegt vald yfir fólki í raun. Og ef að þið trúið því að Decode á Íslandi svona lífsætt rannsóknar fyrirtæki sem ekki tengt hernaðarkomplexnum eða þessum stóru öflum, þá ertu heimskingi. Því miður var ég að svekkja á því. En ef að þið lesið blessaða Biblíuna, því betur sem að kynnist heiminum, því vænna þykir manni nú hann Jesúsinn. Að það rosalega mikið talað heimsku í Biblíunni. Og mér verður svo orðafátt á heimsku fólks. Núna til dæmis allir búin að vera að skrifa eitthvað um hestadruslum einhverjar hestadruslur sem að standa úti og éta gras. Allt á hvolfi út af því, sko. Það var eitthvað hesti að sjá mikið verið að endurskrifa söguna. Það átti ykkur á því og þið átti ykkur á markmiðinu með því. Og sko, það er þetta sko, fólk fellur aftur, með þess að fólk sem ég held að væri búið að hlusta á mig í nokkuð langan tíma að falla í svona fáranlegar gildrur eins og þess að sko, ef einhver á hesta, þá það bara hans mál hvernig hann fer með þá. Það kemur engum öðrum við, og ef þú fer illa með hestana þá drepast þeir eða verða ónothæfir. Þannig að það bitnar bara á þér sjálfum. Og alveg, það kemur akkurat engum við. Ef ykkur á hestana, þá bara á hann hestana. Og bara annað fólk getur bara eða bara gert tilboð í hestana eða keypt ykkur aðra hesta og verið gott við það á hesta. Það alls konar svona. En ykkur sko aftöða ykkur á því að þessir dýralæknar í power, svona valda svona control-freak líka. Og sko þið áttu ykkur á því að það að vera heroíneytandi yfirleitt talið gríðarlega mikið neyslu ástand. Það óbúslega erfitt að komast út úr heroínneyslu. Að þeir sem í þessu kontrollneyslu, þeir verr haldnir heldur en heroíneytendur, sko. Honum velferð dýranna. Hann svo sætur kallinn. Ég hef tekið lista saman og hann búinn að koma því til Matvælastofnunar og lögreglunnar í vonum eitthvað verið gert í málinu. Þú veist, þetta bara svona nasista eða svona gestapo dæmi og fólk að kalla eftir þessu. Já, það verður bara að gera eitthvað í þessu. Þetta bara problem reaction solution. Þessir hestar allir vel haldnir. Þú veist. Og
og þú getur, tekið á því hvar þessi gaur hérna á heima, þessi hérna dýralæknir. Til dæmis drepur hann ekki mýflugur, lætur hann mýflugur stinga sig eða hvernig er í garðinu hjá honum, notar hann engin eiturefni heima í garðinu hjá sér? Og hann kemur nú hérna Keldum og Keldaliðið er búið að vera, eða þetta sama pakk er búið að vera að dreifa eitri allt Ísland sem er sko þvílíkur viðbjóður, þessi Roundup og þetta lið er sko drepandi dýr og plöntur í garðinum heima hjá sér og upp allt land, dreifandi eitri út allt. Veist, það er ekki einu sinni, er lögreglan eitthvað að skipta sér að því eða Matvælastofnun? Nei. Og það er fullt af rollum sem eru að steindrepast af þeirra að éta þetta eitur. Það hefur engin áhyggjur af því. Og svo bara fullt af fólki sem ég hélt að væri búið með samsæringaskólan hjá mér 101, bara, það verður bara að fá eitthvað gestapó í þetta, sko. Það verður bara skreiðtakla þessa menn og einhver sagði, já, bara láta þá sem eiga þessa hesta, láta þá bara standa þarna úti og veist, bara fuck you, sko. Heimskingjar. Þið eru heimskingjar. Ég er rosalega sammála, skelfilegt hvernig farið með hosta, ég er skelfilegt, sko. Alveg með ólíkindum hvað þessi hrossa eigenda klíka kjast upp með að þagga niður í, hvað veist. Og hérna, já, ég er hérna fávitinn í komandakerfinu. Líðan hestan er greinilega aukaatriði hjá Axel, já. Það er alveg greinilega aukaatriði, sko. Ég hef átt hesta og þeim leið öllum mjög vel og ég hugsaði mjög vel þá. En þetta snýst ekkert mig. Þetta snýst bara það að fólk getur átt dýr og þá er það bara dýrin þeirra. Og það kemur bara einhverjum öðrum við hvernig þeir fara með dýrin. Nú ef þeir fara illa með dýrin þá er það bara þannig. Og þá myndi ég kannski, ef ég ætti hest, þá myndi ég ekki selja þeim hesti minn ef ég veit að þeir fara illa með dýr. Veistu, það er allt í lagi. En að fara að fá einhverja valdstjórnina til þess að gera eitthvað í málunum, bara fuck you. Veist, bara lesum þetta saman. Hversu lengi ætli þér fávísir að elska fávísi og hinir háðgjörnu að hafa yndi af háði og heimskingjarnir að hata þekkingu. Því að fráhvarf fávísra drepur þá og ugleysi heimskingjarna tortímir þeim. Vitarir menn munu heiðurhljóta en heimskingjar bera smán úr bítum. Hann mun deyja vegna skors á aga og kollsteypast vegna sinnar miklu heimsku. Og hérna myndi ég þá tala þjóðina, sko. Eða líðin. Þetta líð sem hangir á Íslandi. Þér óreyndu lærið hyggindi og þér heimskingjar lærið skynsemi. Látið af heimskunni, þá munu þér lifa og fetið veg hyggjandana. Frú heimska er homja einföld og veit ekkert. Orðskviður Salómons, viltu sonur gleðja föður sinn, en heimskur sonur er móður sinni til mæðu. Sá er leynir hatri er lygari, en sá sem ber út óhróður er heimskingi. Heimskingjanum er ánægja að fremja sífring, en viskan er hyggnum manni gleði. Sá sem elskar aga elskar þekking, en sá sem hatar umvöndun er heimskur. Kæt maður fer dult með þekkingu sína, en hjarta heimskingjana fer hátt með hlónsku sína. Þannig að það er að vissuleyti þessi leynufélög, meitlar á fleiri slíku er bakkað upp í biblíunni þeirra. Kæt maður gjörur allt með skynsemd, en heimskingin breiðir út vitleysu. Uppfyllt óskar sálinni sæt, en að forðast illt er heimskingjanum andstyggð. Og í þessu samhengi þá sjáu þið hvernig heimskingjarnir vaða úr einni
problem reaction blekkingunni yfir í þá næstu og þeir skilja ekkert samhengið í neinu eða neitt og eru bara fúlir út í persónuna Axel Pétur Axelsson, sko. Í raun eini maðurinn sem að ég held að skilji hvað ég er að segja er Guðjón Reynberg. Ég held að það sé bara enginn annar sem að skilur hvað ég er að tala einu sinni. Og það er rosalega mikið vinna að fylgja hlusta á Guðberg, hann Guðjón segi, Reynberg, að hann framleiðir svo mikið efni núna þessa dagana. Það er bara í fullari vinnu að fylgjast með honum. Hafa umgengni við vitramenn, þá verður þú vitur, en illa fer þeim sem leggur lag sitt við heimskingja. Gakk þú burt frá heimskum manni og þú hefur ekki kynnst þekking af öðrum. Hérna til dæmis get ég sett í samhengi við hagsmunasamtök heimilanna. Þar vildu menn hafa umgengni við illa fer fyrir þeim sem leggur lag sitt við heimskingja. Að allir vildu bíða eftir hvað samfylkingin vildi gera eða það kom allt fram eins og ég sagði að það myndi enginn gera neitt fyrir fólk og eina ráðið sem fólk hefði væri að fara í greiðsluverkfall. Og það sjáðu allir í dag að ég hafði rétt fyrir mér. Og nú hefur farið illa fyrir þeim sem lögðu lag sitt við heimskingjana. Þeir sem að hlustuðu á fólk sem sagði nei, það er ekki hægt að fara í greiðsluverkfall, það koma dráttarvextir. Þetta fólk uppskar það sem það átti skilið. Gakk þú burt frá heimskum manni og þú hefur ekki kynnst þekkingar af öðrum. Viska hins kæna er í því fólkina hann skilur veg sinn, en fílska heimskingjana er svik. Vitur maður óttast þið illa og forðast það, en heimskingin er framleiðbinn og ugglaus. Vitrum mönnum er auður þeirra korona, en fílska heimskingjana er og verður fílska. Í hjarta hyggis manns heldur viskan kyrru fyrir, en á meðal heimskingjana gerir hún vart við sig. Af tungu hinna vitru drýpur þekking, en munnur heimskingjana eys úr sér vitleysu. Þetta eru þessar tómu tunnur sem ég er að tala um. Að það er engin þekking og engin viska í því sem fólk er að segja. Og fólk skilur ekki samhengi hlutana sem það er í. Þetta er eins og með handboltalið, sko. Þú þarft að skilja allt leikkerfið þitt og þú þarft að skilja væntanlega leikkerfi andstæðingsins. Að öðru leyti myndi alltaf tapa handboltaleiknum. Og fólk skilur ekki leikkerfin sem ég er að útskýra fyrir þeim eða vill ekki trúa þeim leikkerfin sem ég er að tala um og spila það náttúrulega bara eins og fávitar inn á vellinu, sko. Varir hinna vitru dreifa út þekkingu, en hjarta heimskingjana er rangsnúið. Hjarta hins vitra leitar að þekking, en munnur heimskingjana græðir sér á fílsku. Að það er það sem ég sé til dæmis í Guðjóni Reynberg, að hann leitar þekkingar. Og það er þessna sem ég hlusta á allt sem hann gefur út. Þegar ég hef mjög gaman að hans þekkingarleit. Og fullt af heimskingjum hafa haft samband við mig og veistu hver hann er, veistu hvaða fortíð hann er og veistu þetta, og ég bara, ég hef ekki einu sinni áhuga á því. Heimskingjar er alltaf í þessu, sko. Virtur sonur gleður föður sinn, en heimskur maður fyrirlítur móður sína. Ekki hæfa heimskum manni stóryrði,
hve miklu síður göfgumanni lygavarir. Ávítur fá meira á hyggjumann en 100 högg á heimskingja. Þetta er svolítið flott. Það er vandamálið. Vandamálið er að fólk er svo heimst. Og það er gríðarlega mikið af fólki sem gerir út á þessa heimsku. Betra er fyrir mann að mæta byrnu sem rænd er húnu sínum heldur en heimskingja í flónsku hans. Þetta á við stjórnmálamennina og valdstjórnina. Og hvað stóða peningar í hendi heimskingjans til þess að kaupa speki þar sem vitið er ekkert. Sá sem getur af sér heimskingja, honum verður það til mæðu og faðir glópsins fagnar ekki. Hygginn maður hefur viskuna fyrir fram að sig, en augu heimskingjans eru úti á heimsenda. Heimskur sonur er föður sínum til sorgar, en þeirri til angurs er ólan. Heimskingin hefur engar mætur á hyggindum, heldur á því að gjöra kunnar hugsanir sínar. Varir heimskingjans valda deilum og munnur hans kallar á högg. Munnur heimskingjans verður honum að tjóni og varir hans munu snara fyrir líf hans. Og varir hans eru snara fyrir líf hans. Betri er fátækamaður sem framgengur í ráðvenni sinni heldur en lævis lygari og heimskur að auki. Sæl lífi hæfir eigi heimskum manni, hvað þá þræll að drottna yfir höfðingjum. Heimskur sonur er föður sínum sönn óhamingja og konu þras er sífelldur þakleiki. Þetta er biblían okkar, gamla góða, skrifuð af kaþólsku kirkjunni 400-500 eftir Krist. Refsidómar eru búnir spotturum og högg baki heimskingjanna. Dýrmætur fjársjóður og olía er í heimskinnum hins vitra, en heimskur maður sólundar því. Talað þú eigi fyrir eyrum heimskingjans, því að hann fyrirlítur hyggindi ræðu þinnar. Eins og snjór sumar og eins og regn uppskeru, eins illa á sæmd við heimskan mann. Svipan hæfir hestunum og taumurinn asnanum, en vöndurinn baki heimskingjana. Ég er nú ekki sama, ég held að þetta sé nú bara svona orðatiltæki að ég er á móti öllu ofbeldi, ég veit það. Svara þú ekki heimskingjanum eftir fílsku hans, svo að þú verður ekki honum jafn. Svara þú heimskingjanum eftir fílsku hans, svo að hann haldi ekki að hann sé vitur. Sá höggur af sér fætuna að færa að súpa að rángletti sem sendur orð með heimskingja. Eins og lærleggir hins lamda hanga máttleysi, svo er spakmæli í munni heimskingjana. Sá sem sýnir heimskum manni sæmd, honum fer eins og þeim er bindur stein í slöngu. Eins og þyrnir sem stingast upp í höndina á drukknum manni, svo er spakmæli í munni heimskingjana. Eins og stytta sem hæfir allt, svo er sá sem leigir heimskingja og sá er leigir vegfarendur.
eins og hundur sem snýr aftur til spýju sinnar, svo er heimskingi sem endurtekur fýlsku sína. Þetta er líka mjög gott. Þetta er á við til dæmis kosningar. Að heimskingjarnir fara alltaf aftur og aftur og kjósa og búast við einhver annarri niðurstöðu. Og fólk er alltaf að treysta sömu mafíunni, valdstjórna mafíunni fyrir örlögum sínum og endar alltaf í sömu vitleysu. Þetta vess á við þá hegðun. Og fólk fer aftur núna að kjósa næsta yfirmann valdstjórna mafíunnar. Sjáir þú mann sem þykist vitur, þá er meiri von heimskingja en hann. Sá sem treystir eiginhyggju er heimskingi, en sá sem breytir viturlega mun undan komast. Heimskingin úthellir allri reiði sinni, en vitur maður sefar hana að lokum. Sjáðu þú mann sem er fljótfær í orðum, þá er meiri von heimskingja en hann. Því að ég er of heimskur til að geta talist maður og ég hafi eigi mannsvit. Hafið þú heimskast til að upphefja sjálfan þig, eða hafir þú gjört það af ásættu ráði, þá legg höndina á munninn. Það er greinilega mikið pælt í heimsku í Biblíunni. Það er spurning að fá ykkur Nýja testamentis heimsku. Blindu heimskingjar, hvort er meira gullið eða musterið sem helgar gullið. Hordómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lasmalgi, hroki, heimska. Já. Þetta er lýsing á þjóðinni í dag, eða heiminum. Nema það náttúrulega þær þjóðir sem ráða, allir sjáðu í Sviss og í Ísrael, þar er allir herþjálfaðir, kunna fullkomna sjálfsvörn og ganga með vélbyssur eða vopnaðir. Og á sama tíma segja þær öðrum að gera það ekki. En það er svolítið gaman að lesa þetta heimskuna og sko það er rosalega mikil viska í Biblíunni, en maður þarf að lesa hana, maður þarf að kunna lesa í gegnum dulmálið, þess hún er eiginlega nánast dulmál og maður þarf að kunna að dýrka upp visku Biblíunnar. Og þar er mest viska í því sem það sem að Jesú segir, eða karakterinn Jesú, Jósúa Maríusson, eins og einhver kallar það, Guðjón kallar það, að visku spilin hans eru mjög sterk. Og það er óbúslega merkilegt að þessi þjóðfélagsmynd sem er dregin upp í Biblíunni, sko, það sem er þessi elíta, sko, og ef að þú hnerraðir í áttina að elítinu, þá var bara höggvin að þér hausinn eða þú krossfestur, að það er alltaf verið að byggja upp þetta aftur og aftur og aftur, og fólk er svo heimst að það sér það ekki. Það sér ekki að það er eins og hundurinn sem leitar í spýju sína. Það étur ælu kynslóðanna með góðri list. Og sko
Tökum annað sem að Gena Kári stóð fyrir núna sem var þessi undirskriftasöfnun endurreisn.is eða hvað þetta hét. Sko, þetta heilbrigðiskerfi sem í gangi skipulögð glæpastarfsemi og svikastarfsemi og hún hönnuð þannig að hún situr þjóðir á hausinn sem að halda úti þessari vitleysu. Það ekki séns að fjármagna þessa vitleysu. Þú veist, ég meina þeir taka bláber og prósessa þau, taka einhver efni úr bláberunum og blanda þeir saman með alls konar sulli og gefa þér það og rukkaði 100 milljónir fyrir það, sko. Með valdi í gegnum skattakerfið. Þegar að, þú veist, grasalæknarnir eða gamla heimilisviskan sagði, heyrðu, fáðu þér aðeins bláber og fólk fór bara og tíndi bláber og borðaði þau. Mál leyst. Að fólk sér þetta ekki. Og að þurfa að vera með manneskju með 2-3 milljónir á mánuði til þess að tróða hitamælara í raskataður til þess að sjá hvaða hitastig á hausnum á þér. Sjáu þið ekki heimskun í því eða hvað? Að vera að fara með börn á 2 mánaða fresti til þess að vigta. Ég meina, ég kann á vigt. Ég þarf engan sérfræðing með 2 milljónir á mánuði til þess að gera það fyrir mig. Og ég kann meira að segja að vigta sjálf á mig. Já, vigtina. Kostaði 1000 kall eða eitthvað, kostaði ekki neitt. Að þetta gengur einfaldlega ekki upp. Þessi svikastarfsemi. Og ég meina, fólk einhvern veginn bara kúveltist í þessu, eða þú veist, bara í alvöru, ég nú svolítið svartsýnn í kvöld kannski, ég bara, þú veist, þetta var bara eftir að versna. Þetta var eftir að versna og versna. Þetta dýraverndunarmál náttúrulega, ég meina, núna mega Íslendingar ekki einu sinni veiða hvalina sína. Það er bara að hætta á viðskiptabanni og jafnvel einhverjum árásum á Íslandi ef við veiðum hvali. Og það er sko, það er bannað, verður bannað að fara með veiðistöng og veiða fisk úr hafinu, sko. Það er eitthvað sérstök leyfi og dýraverndar samtökin þurfa að fara með þér og dýralæknir og héraðsdýralæknir og 15 lögguhaugar til þess að fylgjast með þér veiða. Það sé nú örugglega rétt gert, sko. Ég meina, sama er með bara eins og með lömb. Ég meina, bara lömb á fjalli. Þú bara drepur ekkert lamb og matreiðir það, sko. Nei. Það þarf að vera eitthvað húsnæði með 15 öskum og sem kostar skrilljón, trilljón, biljónir að byggja, sko. Já, ég veit það ekki. Ég held að aðgerðir elítu heimsins í raun algjör snilld. Þetta allt saman að virka. Það er búið að forheimska fólk og áróður deyða heilan á þeim. Og sko, í mínum huga eiga dýr að fá að synda frjáls í náttúrunni þangað til þau eru veidd til matar. Og þessi búra, þú veist, af hverju er enginn að berjast á móti
þú veist, svo það bara þannig, þú veist, það þú veist, ég á kannski hund eða kött eða eitthvað. Á ég þá ekki þennan hund eða kött? Þú veist, kemur einhverjum við hvað ég geri við þau dýr sem ég á? Já, það er svona siðferði og það já, já, einmitt, sko. Þú veist, ég gef bara, skít í svona hópista hugsanir, sko. Sko, ég er mjög hlynntur svona láttu mig í friði smá, sko. Bara fuck you, vertu úti, fáviti. Og sko, það þjóðir sem að rúlla yfir okkur. Það er það eru þessar banka, Sviss og Ísrael. Þar þá ekki að tala um, þessi gyðinga eða neitt svoleiðis, sko. Ég nenni ekki einu sinni í þá heimsku, sko. En, þær þjóðir eru í allt öðrum móði heldur en allar aðrar þjóðir. Þar eru, sko, til dæmis Ísrael stelur öllum uppfinningum og hler alla uppfinningamenn heimsins alveg og stela öllu steini léttara. Og bankar í Sviss hafa stundað í mörg ár að stela öllu og líka með peningarakkitering, þannig að þeir eru að okurlána, ef einhver er að gera eitthvað sniðugt þá okurlána þeir það og svo hirða þeir allt af uppfinningamönnunum. Að þessir aðilar eru að pússa svona alls konar má ekki veiða hvali, þeir eru að tala við geimverur og feministar, konur eiga svo bágt, sko, og þú veist, það er verið að pússa bara aumingjaskap upp á fólk og fólk bara gleypir það eins og bara ekkert sé. Þú veist. En það er svolítið gaman að lesa, sko, þú veist, lesið í Biblíunni þegar að Ísraelsmenn fóru út úr þrældóminum í Egyptalandi. Þeir voru vælandi í 40 ár í eyðimörkinni. Í 40 ár gengu þeir og vældu. Og sko já, ég veit ekki. Svo kannski bara, ég aðalheimskingin? Það er alveg inni í myndinni að það sé bara þannig. Ég er reyndar ánægður ef það er þannig. Það er ósvölega þægileg niðurstaða. Allt sé bara fine and dandy. Þetta er bara ég sem er heimskingin. En mér sýnist hins vegar það sem ég hef predikað í gegnum árin, eins og upp úr 2009 þar sem ég var að tala fyrir í Hagsmunasamtökum heimilanna. Ég held þessu flestir sammála það sem ég sagði þá er hárrétt og spot on og menn hefur betur hlustað á mig þá. Fólk hefur betur farið eftir því sem ég var að segja þá. Þannig að það má sem sagt búast við fölskum fána á Íslandi. Var eitthvað annað sem þið vildu að ég fjallaði í kvöld eða var eitthvað? Eru menn að koma núna upp á dekk? Hvað eru menn seinir? Já.
Það gaman líka að fylgjast með þessu, hver er markmiðið með þessum nýju sögufölsunum? Ég er svolítið spenntur að sjá hvað þeir eru að pæla með þessu, sko. Já, það er gott, Stebbi minn. Þú mátt ekki missa bullin í mér. En það er einhver sögubreytinga þörf í gangi og ég held að það tengist landinu okkar. Að það er erlend öfl sem að girnast landið okkar og við erum land, hver Íslendingur á meira land heldur en okkar annar í veröldinni, held ég bara. Þannig að við erum stóreigna fólk sem lifum í blekkingum og heimskum. Og nú er ameríski herinn að koma aftur til Íslands. Það eru ekki góða fréttir fyrir okkur. Og það eru stórar líkur á, ég held að íslenski falski fáninn verði stór og það verði svona jafnvel í úteyju stærðargráðu eða stærri. Og ég held að sé stutt í hann. Átta mig ekki á því hvort að hann verði premium fáni, sem sagt, eins og ég var ekki í fyrra þegar að Frakkland og svo Kaupmannahöfn var svona framhaldsfáni, sko. Frakkland var premium og Kaupmannahöfn var svona secondary falskur fáni. Ég átta mig ekki á því hvort það verður premium fáni á Íslandi eða secondary fáni. En það er ótrúlega rólegt á vígstöðunum núna. Það eru gríðarlega miklir herflöðst logistik í gangi. Menn er að koma sér fyrir á vígvellinum og flytja hergögn fram og tilbaka. Og þið sjáið heilmikið að svona sæjopp í gangi með flóttamenn. Sko, þetta er líka mikið málaliðar sem verður að flytja á milli, að koma í stellingar. Og hérna bara í kringum mig er bara á undanförnum mánuðum búið að sitja niður eitthvað 1-2 þúsund flóttamenn. Hér er engin vinna og ekkert í gangi, veist. Þeir sem að búa hérna fyrir hafa enga vinnu og ekkert að gera. Þannig að þetta er bara rugl, sko. Og ég sjálfum sér styð þjóðir til þess að loka landamærum sínum. Og ég styð líka að stríðsglæpamenn NATO og co. verði stöðvaðir og settir í fangelsi ævilangt fyrir stríðsglæpi sína. Ég meina, af hverju tekur Sádi-Arabía ekki við neinu fólki? Ekki einum, bara 0. Það var einhverjum útvarpsþætti, heyrði ég að menn voru að segja, já, ég meina, ef eitthvað kemur fyrir úr Íslandi, þá myndum við fara til Skandinavíu, Noregs og Svíþjóð og Danmerkur, þeir myndu taka við okkur, já, sjálfsögðu. Þannig að allt springur í loft upp í Sýrlandi og Írak, af hverju fara þeir þá ekki til sinna Skandinavíu þjóða, eða sem sagt, til nánustu þjóða sinna sem eru Sádi-Arabía og þarna á svæðinu,
Sameinuðu furstadæmin eða eitthvað svona. Það lið segir bara nei, hingað koma engir flóttamenn. Bara, endar eru þeir á bak við fjármögnun á mikla af þessu og við vitum að Sádi-Arabía er á kafi í stríðsbrölti og stríðsglæpum. Ég meina Sádi-Arabía er að bomba Jemen núna bara í klessu, sko. Og þeir eru að safna 100.000 málaliða til þess að fara inn í Sýrland. Og NATO-ríkin er að smala fullt af fólki hinum inn í Tyrklandi og þar. Og svo eru Rússar einhvers staðar í breytunni. En sko Ísland er landið okkar, sko. Við erum Íslendingar og við ráðum einfaldlega því hverjir koma og hverjir koma ekki. Og það er ástæða fyrir því að þjóðir hafa landamæri. Og ég held að þetta sé ekki, sko, það er ekkert að stilla þessu upp í eitthvað svona mannlegu, það er náttúrulega fullt af mannlegum harmleikjum í gangi, sko. En hefur átt ykkur á því að það hefur verið að nota þetta fólk í hernaðarlegum tilgangi. Það er verið að nota þetta fólk, þetta flóttafólk, til þess að destabilisera Evrópu, sko. Og ég meina ekki er Ísrael að taka við flóttamönnum, ekki einu minnasta, sko. Og þeir sem að hafa, já, veist, það er ekki þannig. Og þetta þarf maður náttúrulega að hafa í huga, sko. Ég meina, það eru í Eþíópíu búa 70 milljónir manna. Allir væru til í að flytja til Íslands. Eigum við að gera það? Þú veist. Það eru örugglega 2 billjónir manna sem þætti vænlegt að flytja til Íslands, sko. Eigum við að gera það? Af hverju ekki? Eigum við ekki að vera góð við allt þetta fátæka fólk? Já. Loka landamærum, af hverju? Já, þú verður að hjálpa þessu fólki. Á það bara að fara aftur heim og hafa kósí. Já, endilega. Ég var enda við að segja að það þarf að stoppa NATO og Co, Ísrael og Sádi-Arabíu í stríðsglæpum. Ég meina, í Asíu eru 98% Asíubúar, sko. Í Afríku eru 98% bara Afríkubúar. Af hverju er þessi rosalega krafa á okkur í Vesturveldunum að við eigum að vera eitthvað 50-50 blandi poka, sko. Höfum við eitthvað minna, erum við bara eitthvað minna, höfum við eitthvað minna þetta að segja heldur en Asíu eða Afríka? Þú veist, þetta meikar ekkert sens. Og
Ég meina, er það einhver hjálp í því að dæla inn flóttamönnum og búa til einhverja púðurtunnu hérna á Vesturlöndunum? Er það einhver hjálp í því? Þetta er eins og prófið gamla sko, ef að bát hvolfir með fjölskylduðinni, hverjum bjargaru fyrst sko? Og þá segja allir að þessum eða hinum eða eitthvað svoleiðis sko. En málið er það, ef þú bjargar sjálfum þér ekki fyrst, þá getur engum bjargað sko. Og sko í Íraksstríðinu þá reyndar bara drápuðu þeir fólk á landamærunum eða héldu þeim í einhverjum búðum eða eitthvað slíkt. Að þessi flóttamannastraumur núna er stýrður. Mikið af þessum flóttamönnum eða hælisleitendum eða hvað vill kalla þá, þeir eru með kreditkort frá aðilum eins og George Soros og fleira slíkt. Þeir eru á launum við að vaða inn í Evrópu. Og það er margt á huldu með hvað er í gangi með þetta og mér finnst full ástæða til þess að sýna varkárni með það. Og þetta er ekki allt eins og það sýnist. Og sjálfsögðu finn ég til með fólki sko og ég sjálfur hefur lent og fjölskylda og kona mín hefur lent í Útlendingastofnun og þessum viðbjóði sem er þar í gangi sko. Og það sem ég náttúrulega er að segja er að það á ekki að karpet sprengja lönd eins og Sýrland og Líbíu og þessi lönd að sprengja þau til helvítis. Það er ekki mikil skynsemi í því. Þar liggur vandinn. Og það á náttúrulega að dæma þessi vopnaframleiðendur eiga til dæmis að greiða kostnaðinn við þetta allt saman. Þannig að ég myndi segja að umræðan ætti í raun frekar að snúast það. Hvernig þessir vopnaframleiðendur sem að framleiða vopnin sem að eyðileggja þessi lönd og þessar borgir og allan infrastruktúr að einfaldlega bara taka allt þeirra drasl, eignir og stjórnenda þessar vopnafyrirtækja og nota það til þess að byggja upp þessar þjóðir aftur. Þannig að fólk geti flutt tilbaka bara í lúxus líf í sínum heimalöndum sko. En það hefur enginn áhuga að ræða það. Af því að fólk bara glepur síðustu lummunu eða drulluna, étur skítinn upp úr raskatinu frá síðasta hálfvita og bara það er engin heilbrigð eða sjálfstæð hugsun í þessu máli. Það er bara að vera að stýra hugsun sko. Og það er gríðarlega áróðursstarfsemi í gangi og ef að einhver vogar sér að segja að við þurfum að skoða þetta bara hingað flæði bara ekki 1 milljón manna eða það er eitthvað að fylgjast með þessu, þá eru menn bara verða fyrir persónlegum árásum og þeir eru bara hálfvitar og kjánar og fífl og vondir menn og hata fólk eða bara ég veit ekki hvað. Það er bara veður heimskan út úr kjaftina á fólki sko. Það er bara glymur í tómu tunnunum eins og enginn sé morgundagurinn. En annað sem ég ætla að tala já, það er hættumerkin við það að þið áttið ykkur á því að dómstólar landsins eru pólitískar stofnanir og þið sjáið meira og meira í lögguhaugakerfinu pólitískar stöður
Þið sjáið til dæmis þessa kellingu sem að vinna þarna hjá lögguhugunum við það eitthvað hatursglæpi eða eitthvað átak í hatursglæpum eða eitthvað slíkt. Það er pólitík. Það er ekki fyrir lögguhuga að pæla í því. Og við sjáum í eiturlyfjainnflutningsmálum að þessi kona sem var dæmd í 11 ára fangelsi, hún er greinilega með upplýsingar eiturlyfjainnflutning valdstjórnarinnar. Þess vegna hún dæmd í 11 ára fangelsi til að taka niður í henni. Og nú var annar gaur sem bara slapp. Fékk ekki lengan dóm fyrir svipað brot eða fyrir eiturlyfjasmygl. Og það var alls konar svona of löng rannsókn. Málinu hans var greinilega vísveitandi klúðrað. Þannig að valdstjórnin, þessar stofnanir valdstjórnarinnar, lögreglan og dómskerfið er í pólitík og skipulagðri glæpastarfsemi. Öll eiturlyf landsins koma í gegnum valdstjórnina. Og þeir sem eru svo heimskir að fara í samkeppni við hana, eins og þessi kellingarna, og þeir eru dæmdir í 11 ára fangelsi. Þannig að þar kemur draumurinn minn sem ég byrjaði að segja ykkur frá í nótt. Þá dreymdi mig að lögguhaugarnir eða draumurinn var sá að löggan var að beita mig ofbeldi út á skoðunum mínum. Af því að löggan er komin í pólitík. Og ofbeldisplebbar eins og þessar lögguhaugar, þeirra rökræður pólitík er ofbeldi. Af því þeir eru heimskingjar. Lögguhaugar eru heimskingjar. Ja, þú veist. Þannig er bara það. En annar vinkill á þessu er læknisfræðilega einræðisstjórnin. Ég veit ekki, ég hef náttúrulega séð House of Cards heitir það. Það er svolítið merkilega þessar 2 myndir, House of Numbers hét önnur og House of Cards hét hinn. The House of Cards er mynd sem fjallar þetta DMS. Það DMS svikamyllu. Og að finna það fyrir ykkur allt saman inn á frelsitv.com. Og það vill náttúrulega enginn styrkja mig að því ég kalla alla heimskingja. Jú, það komu nú góðir styrkir daginn frá góðu fólki. En er þessi DMS heimildamynd. The DSM, Psychiatry's Deadliest Scam. DMS, ég náttúrulega fjallaði þetta áður og allt það. DMS, og þið munið ég var kritiseraði mikið þegar að læknar voru vinna með innanríkisráðuneytinu og lögreglunni og fleiri slíkum. Að var þetta ekki DMS örgulega? Já, DMS. Segjum bara 5. Að DMS, þessna eru þið sjáuð allt háskólafólkið þegar að ég er að benda svona vingjarnlega á að
allt þeirra fínerí byggt á fölsunum og þeir eru hluti af trúarbrögðum, þá kallaði hann alltaf geðveikan. Veit ekki því. Og hérna þetta, þessi blekking, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Þetta dæmi lækna mafíuna og vinnubrögð þeirra. Og byrjum við. Já, að sem dæmi þá allir þessir geðsjúkdómar eða disorders eða hvað vilt kalla þetta, þeir eru lagðir inn í þessa bók með atkvæðagreiðslu. Og þessar bækur eru pólitískar bækur en eru notaðar sem grunnur í geðlækningum. Og innanríkisráðuneytið var að halda áfram með valdstjórnin íslenska. Innanríkisráðuneytið var að vinna með læknum að geta svipt fólk sjálfræði og farið með sérsveitin og heimilið þeirra út frá þessum bullbókum hérna. Og það var til dæmis í DSM-1, þar var kynvilla flokkað sem, eða samkynhneigð var flokkuð sem geðsjúkdómur. Og síðan held ég að það hafi verið í DSM-3, þar sem að það var greitt atkvæði það, að þetta var svo óvinsælt og mikil gagnrýni á þetta atriði í þessum manuali, að þá voru greitt atkvæði það að fella þetta út. Og ef að þið haldið að svona vinnubrögð hafi eitthvað með vísinda að gera, já, þá eru þið heimskingjar. Það bara þannig. En ég skora á ykkur náttúrulega að horfa á þessa mynd hérna. Og og hugsið þetta í samhengi við það sem ég var að tala í sambandi við heilbrigðiskerfið. Lækna starfsemin, ég vil nú ekki segja vísindi, þetta ekki vísindi fyrir eitthvað, ég veit ekki hvað, að þetta eru fjársvikamyllur, þetta er skipulag glæpastarfsemi. Og best að hafa sem minnst viðskipti við mafíur og skipulaga glæpastarfsemi. Það stórhættulegt heilsumanns að vera í viðskiptum við slíka fábjána. En sem sagt búið að flokka nánast allt sem mental disorder og blessuð börnin okkar í skólakerfinu eru undir þessu ógeði. Og plott eða fjársvikaplottið í þessum bókum að það búin til tryggingarlykill á móti öllum disorderum. Ef þú ert sorgmæddur, ja, disorder, þá getur fengið úr trygginguna. Og kannski ofsalega glaður bara með lífið, því að það disorder líka. Og og allir settir á allir þeir sem eru greindir með þunglyndi, að þeir eru settir á lyf sem að valda sjálfsmorðshugleiðingum. Svona bæta gráan og svart. Að þetta sturlun. Þetta fólk sem starfar í þessum geira og ruglið eða grunnurinn undir þessu sturlun og stórhættulegt lífi og heilsu fólks. En þessu fólki alveg sama, því það lítur á
líðin sem useless eaters and breathers, sko. Og þegar þeim tekst að drepa eitthvað, þá bara, já, það var nú gott að losna við þennan gagnslausa étara og andara. Þannig að mikið af þessu fólki er svo illa heilaþvegið að það lítur á það sem sína mission að drepa fólk og stórskaða það. Og svo eru 84.000 hálfvitar að skrifa undir það að setja meiri peninga í þetta. Það veist. Já, það er frábært, sko. Gerum það. Gerum bara það. Setjum meira pening í þetta. Það er svaka sniðugt. Og og nú eru menn farnir að tala þess að þetta heyrði í Kára, í viðtalinu við Kára þarna sem ég var að vitna í áðan. Hann fór að tala um heilan, já, heilin, það var að rannsaka meira heilan og sjá hvernig hann fór að snúa út og svona fór að tala um eitthvað annað, sko. Þegar Harmageddon voru að spurja hann um specific atriði, þá svaraði hann svona bara, já, þetta þarf að taka leap of faith, en svo þarf að fara að rannsaka heilan, við vitum ekki, það fór bara að tala um heilan. Þeir voru ekkert að spurja um það, þeir voru að spurja um DNA. Og ástæðan fyrir því að hann fór að ýta meira út í heilapælingar og fólk er meira að spá í heilan, að það er næsta blekking. Og hún snýst það að geta sett einhver svona díóður og heilan á þér og þá er þetta að sjá hvort að þú munir hugsanlega að fremja glæp í framtíðinni. Og ef að þessi heila maskína sem hefur verið stýrt á chip level eins og útskýrið á það náttúrulega, þú veist, þið geta ekkert mælt svona, þetta er bara lygi, þetta er svona leap of faith vísindi. Ef að þú kemur positífur út úr eitthvað svona testi, þá ert þú bara, já, þetta er svolítið, nei, ég sagði það upphaf, þetta var svolítið þunglítislegu þáttur í dag. Og endilega farið bara á RÚV ef þú þarft eitthvað jákvætt og upplýftandi. Það er ekki boðið hérna, sko. Og það er sérst, þá eru fólk sett bara svona í einhvern heila skanna og ef að niðurstaðan er neikvæð þá ert þú bara settur í fangelsi eða tekin af lífi. Og það, veist. Þetta er í raun þess vegna er sko er ég ofta að tala um að Vatikanið er meira involverað í þessi svokölluðu vísindi heldur en menn átt að sjá. Og ef að þið rýnið aðeins í það sem verður að segja og bjóða fólki upp á, þá eru þetta nútímavæddar nornaveiðar og rannsóknarréttur og allt þetta, sko. Þannig að það er bara verið að skipta um nafn og kennitölu á ógeðinu, sko. Og þetta er allt saman að gerast. Þetta bara heldur áfram og heldur áfram og heldur áfram og fólk er að tala um hvernig nágranninn fer með köttinn sinn, sko. Það er stærsta vandamálið. Og fólk hefur aldrei heyrt um Codex Alimentarus til dæmis. Fólk hefur aldrei heyrt talað um Agenda 21 og núna nýjasta Agenda 2030 sem er næsti kafli í þeirri skelfingu. Fólk bara veit ekki hvað þetta er einu sinni. Þú veist, fólk er bara mætt á eitthvað handboltamót og það bara veit ekki hvað sókn og vörn er einu sinni. Fólk sér ekki einu sinni hernaðartæknin á bakvið þetta sem verður að gera. Þetta að koma á Facebookin, að koma fullt af svona einhverjum reppamyndum sem eru í einhverjum búrum sem fólki finnst á lítil eða eitthvað svoleiðis. Og á sama tíma koma á Vísir þetta hestamál. Þú veist, haldið þessi tilviljun að þetta komi á svona mörgum channelum bara nánast sama daginn og næstu á sömu klukkustundinni.
Veist, náið ekki að leggja saman þessa 2 og 2 einu sinni og fáið alltaf bara út bleikt ský eitthvað. Þetta eru okay. Ég fíla húmor, Raven Tree. En það er heavy stuff hérna á Frelsi TV sko, það er bara þannig. En hérna þetta er bara þú veist, ég meina ef þú ætlar að mæta á handboltamót þá þarftu allavega að vita svona grunnreglurnar eða ekki og þarftu að vita hvað vörn og sókn er og þarftu að vita svona hvað strategíur og taktík liðið þitt er að nota og þú þarfst að vita hvaða strategíur og taktík hitt liðið hefur notað undanfarið og hvaða líkur eru til þess að það beiti gegn þér og svo er þetta svona flúent eitthvað, þú veist alltaf að vera að skipta taktík í leiknum. En almenningur þessi líður bara veist við handbolti, nei við erum ekkert í svoleiðis, við erum ekkert það veit ekki einu svona það er á vellinum sko. Og það er verið að stela af Íslendingum landinu og öllu aleigunni og lífinu sko. Og fólk er bara nei, þú ert bara fífl, Axel. Þú ert bara kjáni sko. Byrju, kottu þá með mótrök. Það að ég sé fífl eða kjáni er engin rök fyrir neinu. Og það eru einu rökin sem ég fæ til þess frá svona svokölluðu vísindafólki er bara eitthvað svona persónulegt skítkast sko. Þetta er allt saman bara fávitar sko. Með hor í nebba. Sem að kemur út af chemtraili. Nei, ég veit ekki. En hafið þið séð myndina Brave New World? Veistu hvað Brave New World er? Þeir sýna það ekki á RÚV. Nei, gleymdu því. Brave New World er Brave New World er gerð eftir bók Aldous Huxleys og og ég ætla að sýna ykkur aðeins brot úr þessari bíómynd. Ég vona að ég verð ekki tekin í ég fyrir ekki það svona að stoppa spilið sko, annars sita þeir copyright vesen á mig. Hérna er þess að hérna er titillinn, þið horfið á þetta sjálf bara alltaf á YouTube-unni. Þetta er þetta með einföldu vaffi. Leir þetta fyrir ykkur. En sko, ef þið farið í gegnum þessa mynd þá sjáið þið óbúslega mikið þjóðfélagsverkfræðina sem verið að pæla í. Og þið sjáið þetta til dæmis A+ fólkið og B fólkið og svo eru þessir sjáið þið þetta er Y fólkið sem er stórlega heilaskaðað út af eiturefnum. Svo er fer nú eina af þessum kettlingum
fer út í og svo hérna náttúran, þetta eru náttúrufólkið, fólk sem lifir í náttúrunni og þið sjáið að þegar að þessu fólki lýst sem rosalegum villimönnum, þeir sem að borða kartöflur upp úr jörðinni og eitthvað slíkt og ein fína kellingin verður ólétt sko og gleymist einhvern veginn já, ég man ekki alveg hvernig það gerist en það fæðist þessi drengur sko og hérna þið sjáið hérna A-fólk og A+fólk, þetta meðal annars ástæðan fyrir því að einkunnum í skólum var breytt úr númerum í bókstafi og hugmyndafræðin sem kemur fram í þessari mynd hérna þessi náttúruplebbi sem guður hérna alls geggjaður og þetta þessi sonur sem fæddist í náttúrunni og hérna sko við sjáum líka öll þessi tæki sem að díla með að hérna þetta eru sömu þessi tæki líta nákvæmlega eins út og öll lækninga, þetta svo læknastofunar, þær hannaðar í þessum stíl hérna og hérna eru þetta sem við kalla fólkið, þetta líðurinn, þetta þú þeir eru fóðraðir á eitri hérna verið að kenna börnum búa til jákvæðni, ég meina þið munið þetta gaurnum í Matrix sem vildi fara tilbaka aftur og raunveruleikinn var of erfiður, ég ekkert að varna fólki að vera á bleiku skýi sko, hérna dílað við raunveruleikann sko, en hérna verið að sýna sambandi við dauðann sko, að hérna í þessum heimi ellin óbúslega neikvæð sko og hérna eitthvað ríkisapparatið sér að ala upp börnin og börnin eru tekin af foreldrum alveg strax sko og hérna og þið sjáið ég skora á okkur að horfa á þessa mynd og horfa á hana með þessu samhengi sko að fólkið sem að byggja upp að þjóðfélagsverkfræða heiminn hvað þessi mynd hefur verið mikil uppskrift af þeim nútíma sem við lifum í dag og það verið að reyna að búa til heim sem eins og þetta og þetta algjörlega þetta svo keksrugla lið sko að það ekki einu sinni fyndið og hérna og takið eftir þessu fólki og fólki sem að stappað af eitri sko að það sko A-fólkið á Íslandi og B-fólkið borðar allt öðruvísi mat heldur en líðurinn sko, líðurinn bara eina sem á viðráðanlegu verði eitraður matur og þess náttúrulega stýrt með verði líka og hérna þetta verra hérna úti sko og í Bandaríkjunum held ég að þetta sé nú einna verst og þetta að hluta til ástæðan fyrir því að þeir að beita dýralæknunum að hérna rústa öll og Codex Alimentarius, ekki gleyma því kynningur það að dýra sko eins og geðlæknamafían og læknamafían notuð til þess að svipta krítiska hugsun út úr þjóðfélaginu og bara hreinlega sprauta á niður eða til dauða þetta var nú stundað í marxismanum í Rússlandi
og þeir sem vita hvaðan hann kemur vita hvernig tenginguna þar við síónismann að sko þessar áætlanir liggja allar á borðinu. Það er búið að þetta lið reyndar sko, maður þarf svolítið að skilja trúna þeirra, hverju það trúir. Þetta fólk trúir því að ef að það er búið að segja þér hvað það ætlar að gera, þetta lið trúir á karma, sko. Þetta lið trúir því að ef það er búið að segja þér hvað það ætlar að gera og hvernig það ætlar að drepa þig og þú gerir ekkert í því, þú bara heldur áfram í þínu heimsku, þá líta þeir þannig á að þeirra karma sé hreint. Að því það búið að vara þig við, þá skrifast það á þitt eigið karma. Það er þín eigin heimska sem drepur þig og þess vegna segja þeir að við erum stikkfrí. Og sama er það ef að þú borðar eitraðan mat úr búðunum og fer til læknis sem að sprautar í því eitri og ef þú ferð á sósíalinn þar sem að verður að rífa við börnin og alls konar þvinganir, þá er það svolítið þitt eigið karma, sko. Það er þannig sem að þetta lið hugsar og það er eitt sem að maður eftir sem að ég vasast meira í þessum málum og í þessari heimspeki, ég tel mig nú aðalega að vera heimspekingur, sko, að þá reyndar verð ég að játa það að Sturlunni frátalinni, þá er heilmikil lógík í því sem að elitumafían er að segja og gera. Reyndar verður að taka það inn í myndina að elitumafían tekur lítil börn og sturtar í þeim eitri, þá bæði veraldlegt og andlegu eða huglægu eitri. Og þannig að þetta karma konsept þeirra gengur ekki upp, sko. Að enda eru þeir sturlaðir, sko. En til þess að dekóta þetta sem er í gangi í heiminum í dag, þá þarftu allavega að geta átt á því hvað þessir vitleysingar, hverju þeir trúa og hvað þeir eru að gera. Þú þarft að skilja. Þess vegna eru til dæmis vídeófundir í handboltaleikjum að menn eru að fylgjast með hvernig liðið hefur spilað undanfarið og hvernig þessi leikmenn sem þú ætlar að fara að spila við hugsa og þjálfarnir þeirra og fleira slíkt. Og sama er ég að segja, það er mjög mikilvægt að skilja hvernig óvinir mannkyns hugsa og hvernig þeir eru að vinna. Og þeir sem að hafa ekki horft á Brave New World með Aldous Huxley, vinsamlega hættið að horfa á Frelsi TV þá þú eru búin að horfa á þessa mynd, 3 tíma mynd. Það er bara eiginlega skyldu áhorf að horfa á þessa mynd og skilja hvað hún er að segja og sjá samhengið úr myndinni og í raunveruleikanum í dag. Og þess vegna til dæmis eru sko, ef þú horfir á Brave New World og Chemtrails í samhengi, þá sérðu og hvernig þú sér hvernig þetta fólk kemur fram bara í fjölmiðlum og fleira slíkt, þau líta á sig sem svona fólk, sko, sem þau í raun eru. Þetta er liðið sem ræður öllu og þetta eru blekkingameistararnir. Og heimskingarnir svo sem bara sitja heima og nöldra, það er svo sem ekkert annað sem þeir gera. Mæta svo bara alltaf á kjörstað til að breyta málunum. Það er bara þannig sem það er gert, eða ekki? En ég
er sem sagt ekki mikið í. Já, ég nenni ekki einu sinni að svara svona Stebbi. En það er það er alveg ótrúlega öflug þessi verkfæri sem er í gangi, þessi þjóðfélagsverkfræði. Mig undrar hvað fólk fellur alltaf fyrir sömu trikkunum ár eftir ár, aftur og aftur og aftur. Og ég sé ekki alveg út úr því hvernig þetta mun einhvern veginn stoppa, sko. Þetta er náttúrulega þessar lygar sem eru í gangi eru svipaðar og kaþólska kirkjan var byggð á. Ég fjallaði nú um það, hvað hét það? Sanctum. Nei, hvað hét það aftur? Nei, ég man ekki hvað, ég man nú ekki allt, sko. Já, Unam Sanctam. Hef fjallað um þetta áður. Það er kannski aðeins að minnast á þetta aftur. Að sko, þetta kaþólska dæmi frá 1302, þetta er í raun grunnfræðin undir öllum þessum brennum og nornaveiðum og rannsóknaréttinum og allt þetta. Að þessi blekking gekk í raun í 600 ár með svakalegu blóðbaði og sársauka fyrir mannkyn. Hey, ég þarf að fá mér svona, gefðu mér pening. Þetta er svona nokkurs konar patent á sálum. Lýstu þeir Boniface lýsti því einfaldlega yfir að kaþólska kirkjan ætti konseptið sál, sem að þýðir þá að ef að þú varst spurður eða spurð, ertu með sál? Þú sagði já, þá varstu búin að gangast undir vald þeirra. Og það er það sama í dag þegar þú gengur inn í réttarsal til dæmis og það er spurt, ert þú Jón Jónsson með kennitölu þetta? Þá ertu búin að játa þig undir lögræði valdstjórnarinnar. Og sama er með DNA-ið, að leið og fólk gengst undir það að DNA sé eitthvað svona raunveruleiki, þá ertu komin undir vald. Þetta er alltaf sama blekkingin, sko. Og þessna held ég fram, meistari Guðjón, að sálin er blekking. Það er ekkert til sem heitir sál. En það er til andi og líkami. Það er mín kenning. En það er sko önnur blekking sem er í gangi. Og já, þurfum að taka djúpköfun fljótlega, meistari Guðjón. Sko, USA Corporation allir Ameríkanar eru þegnar þessa fyrirtækis.
og hérna ég veit ekki hvort þetta US Corp það er nú kannski ekki með vefsíðu en sko fæðingarvottorðin fæðingarvottorð eru viðskiptaskjöl foreldrar þínar framselja þig til fyrirtækis og USA Corp var stofnað á bilinu 69 til 71 Guðjón, þetta er punktur sem að vert er að kanna manstu við vorum að velta fyrir okkur hvað akkur við öll þessi íslensku valdstjórnar apparat stofnuð 1969 þau eru stofnuð á sama tíma og USA Incorporated og þið muni ég hef talað það þegar að forstjóri NSA var spurður fyrir þingnefndinni í Bandaríkjunum var spurður NSA að njósna þegna US of A United States of America forstjórinn þótti svona eitthvað þurfa að hugsa og nei, við höfum ekki njósnað neitt þegn þjóðarinnar US of A en hann var aldrei spurður eruð þið að njósna þegna US Incorporated af því að það er liðið sem er að læra það er allir Ameríkanar og og þess vegna eru þessar lagaflækjur sem eru í gangi núna og þessi stjórnarskrár flækja sko hvar eru við þegnar hvar eru við stödd ég meina það er nokkuð ljóst að íslenska þjóðin er ekki mjög fjölmenn sko ég hugsa að það telji í einhverjum tugum jafnvel einhverjum hundruðum manna sem að flokkast undir íslensku þjóðina restin eru þegnar fyrirtækja samskonar US Incorporated og þið sjáið núna hefur verið á fjölmiðlunum svolítið er Alþingi búið að svipta þjóðina fullveldi sínu hvernig verður að tala hver er þjóðin fína Brusselhóran sagði þið eru ekki þjóðin og þannig það er nokkuð ljóst að svona almenningur almennt er ekki þjóðin og fullveldi hver er með fullveldi og sko lýðurinn hefur ekkert veldi yfir neinu fullveldi þjóðarinnar að fullveldi þjóðarinnar þetta er heavy stuff sko
Þetta er svolítið heavy stuff. Sko, við erum þegnar í fyrirtæki. Lýðurinn eru þegnar í fyrirtæki sem heitir Lýðveldið Ísland. Íslenska lýðveldið. En þeir sem eru aðilar eða fyrirbæri lýðveldisins Íslands, þeir eru ekki þjóðin. Og spurningin, hefur Alþingi svipt þjóðina fullveldi sínu? Fullveldi. Fullveldi þýðir sovereign á ensku. Fullveldi. Okay. Lesum það saman. Fullveldi felur í sér einkarétt til þess að fara með æðstu stjórn, dómsvald, löggjafarvald, framkvæmdarvald yfir landsvæði eða hópi fólks, til dæmis þjóð eða áttbálki, að hafa full völd. Yfirleitt fer annaðhvort ríkisstjórn eða þjóðhöfðingi með fullveldið, allt eftir stjórnarfari. Fullveldishafinn getur framselt vald sitt tímabundið til stjórnkerfisins eða til erlendrar yfirþjóðlegrar stofnunar. Ríki geta haft fullveldi án þess að vera sjálfstæð. Ísland hlaut fullveldi 1. desember 1918 undan Danmörku en varð ekki sjálfstætt ríki. En varð ekki sjálfstætt land fyrr en 17. júní 1944. Útskýringin er að Íslendingar hlutu fullveldi nema hvað Íslendingar viðurkenndu danska konunginn sem þjóðhöfðingja sinn og utanríkisstefna Íslands var áfram í höndum Dana. Hugtakið fullveldi var til grundvallar alþjóðastjórnmálum frá lokum 30 ára stríðsins með undirritun Vestfalíufriðarins sem fram kemur á seinni hluta 20. aldarinnar. Eftir því sem já, þetta getur nefnilega verið land eða lýður, sko. Eftir því sem líða tók á öldina tók milliríkjasamstarf á sig nýjar og óvæntar myndir eins og í tilfelli Evrópusambandsins og í krafti hnattvæðingar. En hnötturinn er blekking, er ekki allt saman flatt? Urðu stórfyrirtæki valdamæri en áður þekktist. Aðilar þeirra samþjóðast á sama tíma algilda og útilokandi fullveldisfari liðin. Það sem væri meira hefði hugtakið aldrei staðið undir nafni. Okay, þetta er ég er ekki með Twitch, ég veit ekki eins og hvað það er. Ég er svo gamaldags gaur, ég er orðinn gamall. En einkaréttur á að fara með æðstu stjórn landsins. Sko, það eru til einstaklingar sem eru með fullveldi yfir sér og sínum. Það er drottningin í Englandi til dæmis, hún er sovereign, hún er með fullveldi. Og það er svona fullveldis movement í gangi.
þar sem að fólk að lýsa sig sjálft með fullveldi sem sagt. Og fullveldi hluti af þessu blekkingarneti sem að sem að við erum að decóta á Frelsi TV og nágrenni sem er enda bara Guðjón engin annar sem að næra utan um þetta sem við erum að gera en það er allt í lagi, það koma kannski fleiri seinna við erum kannski bara með smá forskot þegar við höfum tekið heavy stúdíur áður í lífinu en það er rosalega sérstakur tími á Íslandi núna. Það er mjög sérstakir tímar. Ég vil þakka því náttúrulega starfi Frelsi TV sem hefur brotið ákveðin ís og eftir bátarnir sem hafa komið á eftir eins og Guðjón og Þórdís og hvað heitir eftir það fór með ykkur Guðjón niður á Þjóðskjalasafn eitthvað S alveg stólið mér að sko þessar blekkingar eru allar að ég er búin að flækja headsetið í mikrofónunum þannig að það er að passa að hengja mikið í þessu Sigurgeir, já, fyrirgeðu Sigurgeir minn ég er bara heila búið mitt handlar ekki meir en 2 nöfn í heiminu get persónulegt en já, Sigurgeir fór líka þetta eru eftirbátarnir sem að eru með mótorinn í lagi Þórdís það er heilmikið í gangi hjá Þórdísi ég er mjög spenntur að sjá hvað kemur upp hjá henni hún fer allt aðra leið heldur en ég og Guðjón við Guðjón erum með svipuð meðþátt með svipuð verkfæri Þórdís að gera allt aðra hluti og Svein Sigurgeir hann er á annarri bylgjulengd heldur en við Guðjón og allt í góðu lagi með það en Þórdís er að já, ég vil endilega ég vildi að Þórdís myndi gera sína eigin YouTube-rás ég er spenntur að sjá hvað kemur frá henni á næstunni þannig að við erum að debugga alveg gríðarlega djúpa blekkingu og í raun er engin með nein mótrök við því sem við erum að leggja fram nema bara þeir eru bara fíbl það er einn mótrökin sem kom á móti og það sem við erum að segja í raun er að lýðurinn er ekki þjóðin að meiri hluti Íslendinga sem telur sig vera hluti af íslensku þjóðinni er ekki íslenska þjóðin þetta er lýðurinn sem eru bara svona eign fyrirtækis bara human resources eða mannaforði fyrirtækis sem heitir íslenska lýðveldið og þjóðin það er nokkuð erfitt að átta að sjá því hverjir það eru
og ég hef lýst því áður, ég tel að Davíð Oddsson sé hluta lýðveldinu. Ég tel að Nordal-ættin hluti af þjóðinni og og þetta stjórnarskrámál, Guðjón hefur lýst því yfir að íslenska stjórnarskráin sé úr falli gildin frá 2013. Ég hef haldið því fram að stjórnarskráin sé ólögleg frá 1662 Kópavogsfundinum og grunnurinn undir því fullveldi sem í gangi á Íslandi í dag byggir á valdaráni 1662. Þannig að þeir sem eru í íslensku valdstjórninni eru valdaræningjar. Þetta eru ræningjar og glæpamenn, skipuleg glæpasamtök. Og núna allt í háa lofti einhvern veginn. Það allt svona bara búið að kasta öllu á loft og núna einhvern veginn svona valdstjórnin og fylgisveinar hennar, valdaræningarnir, þeir einhvern veginn að reyna að lenda þessu alltaf þannig að vitleysan haldi bara áfram eins og ekkert hafi í skorist. Og þá koma svona greinar og pælingar eins og Alþingi búið að taka fullveldið af þjóðinni. Þetta kannski sýningur þessa grein. Tókuð eftir henni þegar hún kom? Að þetta var bara fyrir 2 dögum. Þá var var þessi gaur þetta er meitlari. Þetta er svolítið merkileg grein, sko. Þegar það er Bandaríkjamenn að segja okkur núna fyrir verkum. Sjáu þið hvaðan þessu verki stýrt? Ég held að ég sá þessa fyrirsögn, sko. Ég held að þetta væri bara einhver Íslendingaplebbi, en þetta er meitsjóra meitlari sem að tjá sig. Ég þarf að lesa þessa grein í meira detail. Ef þjóðin er fullvalda, krefst hún þess þá ekki að vilji hennar sé virtur. Er þjóðin fullvalda eða er hún það ekki? Og þið áttuð ykkur á því að ef að lýðurinn, til dæmis, myndi taka völdin sín tilbaka aftur, þá er þetta liðið sem mun mæla með að bandaríski herinn fari inn og dreipi fullt af fólki, sko. Þetta er varðhundur valdsins á Íslandi. Hann er að passa það að þjóðin haldi sínu og lýðurinn haldi kjafti áfram.
Ef lýðræði er vald þjóðar, þetta er þrælmerkileg grein. Ef lýðræði er vald þjóðar og ef fullveldi lýðræðis þjóðar byggir á vilja þjóðarinnar, þá er þessi aðferð og þessi stjórnarskrá eins gild og ósvikin og stjórnarskrá annarra ríkja heimsins. Þó hefur Alþingi hafnað því að þessi stjórnarskrá skuli öðlast gildi. Þá kviknar spurning sem hver og einn sem berst fyrir lýðræði heimsbyggðina alla hlýtur að spyrja sig með hvaða rétti. Jæks, þetta er hot stuff hérna á ferðinni, sjáðu. Það renna þessu niður með bjór, með pilsnernum mínum. Þetta er alltaf blekking, þetta er lygi, sjáðu. Þetta er meitsjör þjóðfélagsverkfræðigrein hérna í gangi. Að sko fullveldi er einkaréttur. Já, þetta er merkilegt. Getur verið yfir landsvæði eða þjóð. Þjóð er hópur fólks með sameiginleg menningarleg einkenni, ætterni. Sko, ein ástæða fyrir því að þjóðfélagsverkfræðingar vilja eyðileggja menningu, og þar kemur inn í þessi monster skýrgreining sem ég stundum minnst á, sem er lagaskilningur. Monster og að legal definition of monster. Til dæmis núna í Indlandi og víðar Afganistan, þar er verið að dreifa klámdiskum ókeypis inn á öll heimili landsins. Þegar fólk kemur, karlmenn koma heim, þá býður eftir þeim svona nokkrir klám CDC á tröppunum hjá þeim. Það er monstervæðing þjóðar, og það byggir þessari skýrgreiningu með sameiginleg menningarleg einkenni, og það er fullveldið, þjóðin. Þessna þjóðin er að segja, sjáu þessi monster sem haga sér þessu monster, og það er að vissuleyti rétt, fólk verður að hætta að haga sér þessu fábjána, til þess að komast undan þessari skýrgreiningu, að þá segir þjóðin við vitringa eins og þennan þeir segja, þessi lýður er ekki með sömu menningarlegi einkenni og við,
og þess vegna það lýður og það eru monster. Að að monster, þrátt fyrir að vera fædd af konu í löggiltu hjónabandi, getur ekki erft. Þeir sem hafa alla hluta manneskju, það er form og já, og einhverja galla. Já. Ég geti lesið þetta sjálf. Að sko, í grundvallaratriðum það þannig að monster í lagalegum skilningi í mannlegu formi en svo skemmt og að það telst ekki lengur til manneskju. Þá ertu fallin úr skírgreiningunni þjóð. Og það það sem að þetta pæl snýst allt saman Í raun og veru skiptir engu máli hverjir gerðu vinnuna. Skiptir engu máli hvort það var lýður eða þjóð eða hverjir. En ég skil ekki eitt reyndar. Af hverju þurfa þeir atkvæði frá lýðnum? Ég fatta það ekki. Hefur Alþingi siðferðisleg vald til að hafna henni? Þetta líka hugsanlega ástæðan fyrir því að bandaríski herinn að koma aftur. Þetta vitaskuld spurning sem varðar Íslendinga en líka heimsbyggðina alla. Fullveldis hugtakið hefur þróast í tímans rás. Það var hjá Guði, hjá konungi, hjá elítu með litlum stafi og loks hjá þjóðinni. Þjóðir heims líta hver til annarar í leit að hugmyndum. Afrek íslensku þjóðarinnar sem samdi stjórnarskrá með opinu og gegnsæi. Nei, þetta nú kjaftaði sko. Hefur veitt milljónum manna innblástur. Þeir eru þó mun fleiri sem furða sig á andstöðu Alþingis. Þegar Thomas Jefferson var að semja sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna talaði hann óafturkræfan rétt þjóðar til þess að breyta eða ógilda stjórnarskrá. Það er óafturkræfur réttur þjóðar að breyta eða ógilda eða semja stjórnarskrá að minnstakosti þar sem valdið hjá þjóðinni. Bara þessi setning opinbera svolítið. Það er óafturkræfur réttur þjóðar að breyta eða ógilda eða semja stjórnarskrá að minnstakosti þar sem valdið hjá þjóðinni. Já. Það eru öll stríð huglæg stríð fyrst, það ekki? Þar byrja. Já, ég veit Já, þetta eitthvað sem þarf að rannsaka betur. Ég held að við séum komin með konseptin. Við erum búin að átta okkur á því að það er munur á þjóð og lýð.
Það væri fróðlegt að rekja hvernig haldið er utan um líðin í þessum fyrirtækjum. Það er eignaskráningin fer fram í formi fæðingarvottana og sama og með þessa kaþólsku gerð hérna þessu unam sancta að sko þessi hérna aðferð hérna hefur verið endurnýjun með þessu fyrirkomulagi. Áður fyrr var fólk framselt til kirkjunnar og í formi sálar. Sko, hvernig erum við framseld til fyrirtækisins sem heitir Íslenska lýðveldið? Hvað heita þeir í fyrirtækiskrá? Sem heitir Íslenska lýðveldið í fyrirtækiskrá? Hérna ég átta mig ekki einu sinni á því hvort að nafn, líf Alþingi, svo það er Alþingi. Það leið okkur að fylgjast með hérna hjá mér. Sko Alþingi er stofnað þarna 1969 og er með atvinnugreinina almenn stjórnsýsla og löggjöf. Hafi seljandi vöru eða þjónustu ekki verið eins og hvað að skrá. Einmitt. Sko þetta er athyglisvert að Alþingi er fyrirtæki. Sko þú mátt líka á því að skattstjórinn er fyrirtæki. Skatt. Skattstjóri held ég að sé. Síðan tollstjóri. Tollstjóri er stofnaður 1969 líka. Þeir falla allir undir þennan. Þeir falla undir sem staðal hérna. Já. Þannig að þið getið grafið upp öll þessi fyrirtæki nema sýslumaðurinn í Reykjavík. Sýslumaðurinn í Reykjavík. Þeir eru komnir með nýja kennitölu.
92 kennitölu. Akkurru. Þessi stofnaður 74. Þessi stofnaður 2014. 76, 14. Að það er athyglivert að þessir aðilar hafa verið að skipta kennitölur. Að þetta er under investigation og það þarf að lesa þessa grein frá 5. mars frá þessum bandaríska prófessor Lawrence Lessig. Sennilega verður stjórnarskránni komið á með valdi ef ekki. Þetta verður hugsanlega orsök óerða og stríðs eða þessast innrásar. Þetta verður sögulegt fyrirbæri. Ég átta mig ekki alveg á Alþingi. Hvað Alþingi er að hvað er í gangi með það, sko? En við sjáum svona ríki eins og Líbía og í Líbíu til dæmis þá fóru stjórnendur Líbíu að vera góðir við þjóðina og deila út. Þjóðin hafði það rosalega gott, sko. Eða líður henni þar. Það virðist vera að NATO og Co. sé að rústa það sem að fólk hefur það gott, sko, eða sem hefur valdið við sjálfum sér. Ég veit það ekki, hvað. Sko, Íslendingar eru náttúrulega fórnarlömb valdaráns frá 1662. Við erum með erlendan seðlabanka sem að falsar peningan okkar daginn út og daginn inn og rænir börnunum okkar landinu og öllu aleigunni. Við erum með gríðarlega stigmagnandi ofbeldisástand á valdstjórninni og rosalega glæpastarfsemi í gegnum banka og eiturlyfjainnflutning og þarna koma lífeyrissjóðsöflin líka inn, að lífeyrissjóðirnir eru á kafi því að yfirtaka öll fyrirtæki landsins og það verður svona allsherjar einokun í fyrirtækjabransanum. Sjá til dæmis bara upp á flugstöðinni þar sem að það er verið að nota einhverja furðulega peninga, sennilega hluta til úr hagnaður eiturlyfjasölu og fleira slíkt, og lífeyrissjóðirnir gera nú ekki mikið greinarmun á þeim tveim sjóðum. Að þessi peninga er verið að nota til þess að búa til einokun á flugstöðinni og koma þar öllum gæðingunum á garðan, sko. Þetta var gert niður í miðbæ til dæmis. Þar voru yfirteknir nánast bara skemmtanalífið í miðbænum var yfirtekið nánast með alls konar lögregluaðgerðum og einhverju samstarfi við dýraverði og fleira slíkt, og ef þurfti að setja skemmtistað á hausinn þá byrjuðu dýraverðinni bara að koma illa fram við fólk í samstarfi við lögregluna og þannig settu þeir stað á hausinn og það eignir yfirteknar og alls konar svona brask í gangi í miðbænum, sko, í gegnum lögregluhöfðana. Og núna sjáum við þetta upp á flugvelli. Og
Og svo náttúrulega öll þessi fyrirtæki sem bankarnir yfirtóku, það sem voru vel rekin fyrirtæki, og hrunið var náttúrulega eignatilfærslu leikrit til þess að flytja eignir yfir á þessa mafíu, og virðist henni vera stýrt töluvert erlendis frá. Mér skilst að amerískir vogunarsjóðir eigi núna orðið Eimskip og fullt af íslenskum fyrirtækjum. Og svo ofan á allt þetta þá bara kemur tilkynningum að bandaríski herinn sé að mæta á svæðið. Já, það er nefnilega það. Og núna er sérsveitin að æfa falska fána daginn út og daginn inn og fá alls konar sérfræðinga utan. Þannig að ég ætla líka hvetja fólk til þess að fylgjast með öllu sem að gæti verið óeðlilegt, eða eða einhver æfingar hjá löggahaugunum eða eitthvað í gangi. Áttu ykkur á því að það er gríðarlega mikil hætta núna á fölsku fána og alls konar fíaskói. Það er eins og sé búið að kasta öllum boltanum upp í loftið núna, og svo það er eitthvað svona biðstað eða svona lognið undan storminum, eða það er það er erfitt að spá í þessi spil. Svo sjáum við Pírata að fleiri og fleiri sjá í gegnum þá blekkingu, og ég held reyndar að flesta skoðanakannanir í kringum Pírata séu falsaðar með þá þessu chip slembúrtaksfölsunum. Því er öll saman stýrt erlendis frá náttúrulega. Og fyrir utan það að Píratar eru með höfuðskrifstofur í Brussel, þetta er Evrópubandalags operation. En hins vegar er mikið af svona leitandi fólki sem verðist fara inn í Pírata einhvern veginn. Ef eitthvað er að marka eitthvað, ég veit ekki hvort maður á að taka nokkuð marka á þessu skoðanakönnunum. Held að maður geti ekki gert það, sko. En allavega þá er þetta í vinnslu. Ég er nú bara svona að henda þessum punktum út, þannig að teymið getur lagt hausinn í bleyti yfir þessu. En ég held að þetta sé nú komið ágætt í kvöld, nema ég vilja að ég fjalla eitthvað sérstakt. Það gekk ekki eftir þessi vinna í Þrándheimi, ég var ekki sáttur við hana. Þannig ég er komin heim aftur. Og reyndar fekk ég grafískt hönnunarverkefni frá Þrándheimi sem að byrja að vinna í á morgun. Og þannig að ég er í betri stöðu til þess að vera um útsendingar. En ég verð að játa það, maður er orðinn svolítið þreyttur á þessu, hvað mér finnst heimskan vera sterk í öllu, alls staðar. Ég maður hlýtur að þurfa að átta sig á því hver maður er og hvar maður er og fyrir hvað maður stendur áður maður fyrir að pæla í einhverju stjórnarskrá. Ég held að fólk átti sig ekki einu sinni á því hvort það er lýður eða þjóð. Það er búið að segja við fólk, þið eruð ekki þjóðin. Bara í opið geðu það. Það er ekki að dýbaka það eitthvað. Það er ekki að fá það á hreint. Og það er bara verið að blekkja ykkur með orðaleik, og vitleysu. En það er líka spurning að rannsaka þennan Lawrence Lessig aðeins meira. Hvaða gaur er þetta? Einhver hann mættur hérna på dekk.
Hérna. Hann er bara með heila vefsíðu, lessig.org. Hann er hérna Larry Lessig for president. Ok, hann ætlar að vera forseti. Og eitthvað hérna, fullt af bókum eftir hann. En hérna, það er nóg að gera. Það er nóg að gera í frelsisbransanum. Og við hérna höldum áfram að leita að þessum veruleika sem við erum í. En hérna ég hvet alla til þess að styðja Frelsi TV ef þið hafið tök á því. Og ég hef sagt ykkur að ég náttúrulega vill ekki stuðning ef þið eruð í kröppum dansi. En það eru linkar hérna undir með það. Og ég vil hvetja ykkur til að hérna deila stöðinni náttúrulega og vídeónum og subscribe ef þið eru ekki búin að því. Og svo er ég náttúrulega með á Facebook, er ég með Frelsi TV og ég persónulega er búin að opna þannig að mann getur bara sagt follow við mig persónulega. Og svo er ég með náttúrulega frelsitv.com. En hérna þakka ykkur fyrir komuna í kvöld og við heyrumst aftur fljótlega. Góða nótt.